Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta geti vaxið og dafnað er nauðsynlegt að vera með góða stuðningsaðila á kantinum. Nettó er einn af samstarfsaðilum hlaðvarpsins og ég get ekki lýst í hvað það er þægilegt að versla í appinu þeirra og fá sent heim að dyrum. Ég mæli svo sannarlega með því fyrir önnum kafifólk. Þessi þáttur er einnig í boði Spírunar, en Spíran er án efa uppáhaldsveitingastæðurinn minn. Maturinn er dásamlega góður, allur eldaður frá grunni og af mikilli ást. Hvort sem það er einhver af kjúklingaréttunum þeirra, grænmetisréttum, bleikjan eða naut og bernes á föstudögum, ég fæ bara vatn í munnin við að lesa þetta. Og ég mæli með að þú kíkir á Spíruna næst þegar þú vilt gera vel við líkama og sál. Gestur dagsins er hún Elva Björk Sigurðardóttir, ekki rétt? Jú, tannlæknir. Stemmer. Og hún ætlar að fræða okkur aðeins tannheilsu. En fyrst langar mig aðeins að vita hver Elva er. Já, Elva er móðir, eiginkona, tannlæknir og ég er úr Kópavoginum eða flytti Kópavogin 10 ára og er þar alla mína æsku og skólagöngu. Fer svo í kvennaskólan og þaðan í tannlæknadeildina og útskrifast þaðan 1998. Þannig að ég er búin að starfa sem tannlæknir núna í rúm 25 ár. Já, vá. En hvaðan kviknaði áhugi á tannlækningum? Það var bara svona á menntaskóla árunum. Þannig að þegar ég fór í kvennaskólan og þegar ég var að klára kvenna og þá var þá náttúrulega fórum maður að spá í hvað maður vildi gera og það var kannski fyrsta sem ég langaði að vera var að vera sjálfstæð og þannig og þá kom upp snyrtifræði og svo að vera lyfjafræðingur og svo komu tannlækningarnar upp þegar ég fór á svona kynningu í háskólanum og mér alltaf fyndist gaman að vinna með höndunum. Þannig að það var einhvern veginn kannski kveikjan, fór kynningu og þetta fag tikkaði svolítið í bóksin. Já, akkur er sjálfstæð? Ertu svona sjálfstæð? Ég er sjálfstæð, já. Ég er mjög sjálfstæð. Já, langar ekki að vinna einhverju risa? Nei, ekki það. Ég er líka, mér er rosalega gaman að vera innan fólk og þannig er náttúrulega starfið, að ég náttúrulega hitti mikið af fólki á hverjum degi og en nei, mér langaði svolítið að ráða mér sjálf og svo kannski má ræða það hvort það er endilega þannig þegar maður er í þessu fagi en það var kannski, geta verið svolítið minn bara eigin herra. Já, kveikjan að þessu. Og hvað er tannlæknanámið langt? Það er 6 ár. Það er 6 ár? Já. Og það komast mér fáir inn á hverju ári, er það ekki? Jú, þegar ég var þá voru við var klásusinn 7 sem að þú þarft að fara stúdinspróf og svo ferðu í svona númerus klásus sem er svona inntökupróf. Já, eða þá var það þannig að við byrjum bara á hausti og svo voru prófum jól og 7 efstu komust áfram. Mikil samkeppni. Það er rosalega samkeppni og í dag er þetta orðið bara helmingi meiri samkeppni því að núna þurfa krakkarnir sem er að fara í tannlækningar að fara í læknaprófi fyrst og 40 efstu úr læknaprófinu mega í rauninni byrja í klás og svo 8 þaðan. Ó, vá. Já, þannig að það er erfitt að komast inn og þetta er mikið nám, öll þessi 6 ár, þetta var, þú bara byrjar í skólanum klukkan 8, varst kannski í skólanum til 6 og svo heim að lesa á allar helgar. Þetta er alveg. Já, er þetta jafn mikið bóklegt og verklegt þá? Við vorum fyrstu 3 árin mestmegnis bóklegt og svo byrjuðum við það sem kallað svona preklínik þar sem við vorum með höfuð og það var á 3. ári og 4. ári þá byrjuðum við að hitta sjúklinga og það er svona fyrst kannski skoðanir og svo er svona bætt við eftir sem að við förum lengra í náminu. En eins og þeir sem eru með tannréttingar og tannsmiðir, er það allt annað námið þegar þeir fyrst að klára tannlæknin?
Já, þeir sem sagt, eins og tannréttingar, að það sérnám eftir tannlækningarnar. Þannig að ég rauninni bara, almennu tannlæknir með mín 6 ár og ef ég ætlaði að fara í sérnám og það eru 9 sérgreinar innan tannlækninga og þá eru það nám frá svona 3 upp í 5 ár. Þannig að til dæmis eins og munn- og kjálkaskurðlæknar að þeir eru með 6 ára tannlæknanám og svo fara þeir í 5 ára framhaldsnám. Og oft fylgir því líka þannig að þú þarft að vera búin að starfa sem tannlæknir í allavega 2 ár áður en þú í rauninni kemst inn í sérfræðinámi, þannig að þetta oft heilangt. Já, og tannsmíð hún kennd núna upp í háskóla og þú þarf stúdentspróf en það alveg sérfag, það 4 ára nám ef við fyrir rétt með. Og eftir stúdentspróf? Já. Ok, vá. En þetta, eru sérnám eitthvað svoleiðis kennt á Íslandi? Nei, ekki nei. Nei, allir þurfa að fara erlendis sem ætla í sérnám sem tekist tannlækningu. En er ekki það hægt að við missum bara allavega til útlanda og koma ekki aftur? Nei, en það núna kannski akkurat staðan þannig að fólk kannski ekki spennt að fara út. Bæði það mjög dýrt, og þetta mjög langt. Þannig að ég held eins og núna sé ekki nema 2 einstaklingar í sérnámi og það eru ákveðna sérgreinar sem að eiga mjög erfitt, til dæmis eins og bitlækningar. Nú erum við með 1 bitlækningasérfræðing sem að fer að hætta störfum og það enginn sem að allan ég veit til að ef heyrt að sé að fara í þetta nám. Hvað eru bitlækningar? Bitlækningar til dæmis fólk sem með vandamáli í kjálkaliðinum og svo geta verið svona verkir, fólk sem að fær áverka til dæmis við árekstur og já, bara og þetta getur verið frá öxlum og leitt upp í og þetta svona fag sem til dæmis mjög stækkandi og kannski þyrst að fá sjúkraþjálfara til þess að ræða það, þetta síminn sem að valda við erum að breyta höfustöðinni og spenna, það margir sem setja bara spennuna í bitvöðuna eða kjálkan og að drepast úr höfverkum og ég man bara allan að þegar ég var í skólanum og þá þau vorum í náttúrulega læknagarði að þá fengum við læknastúdentan alveg í bunkum í bitlækningar þegar þá í kringum próftímabili þá voru allir bara svo spenntir og held ég voru með tannpínu jafnvel og en þá var þetta bara verkir út frá kannski vöðvunum þannig að það ég hugsa að ef þetta breytist ekki þá gæti við fara að lenda í því að við okkur vantaði sérfræðinga í tannlækningum. En hvað stóra spurning dagsins, hvað tannheilsa? Já, það mjög stór spurning. Tannheilsa fyrir mér bara að það sé ákveð jafnvægi með tennurnar, með slímhúðina, munnvatnið, tannholdið og bara flóruna bara almennt, að þetta sé allt svona, í góðu jafnvægi. Þannig að þú sért, bara ekki með, skemmtar tennur, þá við bara segjum karíosabakter og eða tannholdsbólgur, munnþurrk, einhverja sjúkdóma, slímhúðsjúkdóma, þannig að ég myndi segja það bara ef hlutirnir eru í jafnvægi. Já, og hvað gerum við til þess að vera með góða tannheilsu? Þannig að bara hugsum bara tennurnar, bara alveg eins og þegar við hugsum skrokkin á okkur, ég meina það að hirða þær og þá þetta klassíska busta, kvölds og mótna, nota flúortannkrem, nota tannþráðinn, millibusta, bara fyrir eftir hvort það bil á milli tannana eða hvort að fólk með einhverja gerfi tennur eða þess að þar og svo náttúrulega bara reglulega í skoðun og láta hreinsa og fylgjast með og grípa inn í ef að þess þarf bara svona almennt þetta eftirlit. Já. Eitthvað eftirlit með hvort að fólk sé að fara til tannlæknis eða gæti einhver bara hafa aldrei farið einhver Íslendingur? Já. Það bara alveg þannig. Það geti alveg einhver hafa aldrei farið. Já, ég bara svo lögleðin, ég mæti bara alltaf einu svona ári í mitt. Já. Það reyndar núna með samningunum sem var gerði fyrir nokkrum árum varðandi krakkana
að nú greiði fólk komugjald einu sinni ári sem 2500, annars bara í rauninni fríar tannlækningar, þá viðgerðir og eftirlit og þess að til 18 ára. Já, rosa munur. Og þá þarf að skrá krakkana inn til heimilistannlæknis, þannig að ég held að það nú bara breyst svolítið eftir það. Þá er ekki allan eins og varandi kostnað, en þá kannski ekki afsökun þannig að mæti ekki. Nei. En svo geta verið aðrar ástæður, þú veist, akkur fólk kemur ekki. Já, akkurat. Sko það er náttúrulega mikið rætt gosdrykkjaneyslu og ég man alltaf eftir plakkatunum tannlæknunum með myndina djúsunum og gosinu og ellu, þú veist, og mynda sykumólunum, hvað margir sykumólar í hverju þessu, það situr svo fast í minnin á mér. En ég hafa bara allir þessi drykkir slæma áhrif á tennurnar. Já, sko, allt nema vatn er náttúrulega bara besta og þú veist, og þá snýst þetta bæði náttúrulega hvort það sykur og svo sýrustigið og allir í rauninni þessir drykkir sem eru með gosi, veist, þá sýrustigið, ef þú ert með hluta sýrustig 7, þá eru þeir larri, þannig að og svo lækkar talan eftir hvernig sýra það og innihaldsefni, þannig að þeir eru orðnir sýruætandi og það mjög slæmt fyrir glerungin og þannig að neyslan ef að fólk til dæmis að drekka þessa drykki svona með kannski eina dós og fá sér sopa, þú veist, aftur eftir 10 mínútur, að þá ertu alltaf með tennurnar í bara sýru, í þannig sýrubaði og svo náttúrulega bæti sykurum við, þú veist, þá upp á að líka sem ætandi, já, þannig að það í rauninni, allir þessi drykkir eru ekki góðir. Já, en sódavatn, nú drekki mikið sódavatn. Já, sódavatn kannski það skásta, en það samt aðeins með læra sýrustig, en kannski þessi klassíski sódi kannski allt í góðu og svo kannski þessi hluti líka hvernig þú veist neytir þeirra og já, og í hvað kannski magni. Þú veist, ég held að þetta sé líka alltaf bara spurningum, þú veist, allt gott í hófi, þú veist, þú kannski fáðir sódavatn, þú bara drekkur dósina þína, þú veist, í staðan fyrir að kannski vera að sippa á henni. Já. Sumir eru nú farin að nota bara rör, þannig að þetta fari ekki á tennurnar. Já, svo það verið og þú veist, tímabili var rosa tíska að vera með sítrónur í vatni og þú veist, þá ertu náttúrulega komið með súrt. Já. Þannig að það kannski skoða svolítið líka, þú veist, á neyslumynstrið og þessi drykki sem eru kannski með eins og bragðefnum, þá oft sýrustig læra. Og sýrustig þá pH-gildi. pH-gildi, já. Og ef hlutlaust 7, þú veist, þá eru þessi drykkir oft komnir, þú veist, niður í bara, ég held að sé, jafnvel 1,5. Já, sem þá mjög súrt. Mjög súrt, já. Þannig, en ég mani mitt líka eftir þessum plakat sem þú veist að tala og en í dag þá þetta bara orðið svo, þú veist, margar tegundir. Já, einmitt. Þú veist, áður fyrir var þetta kannski bara svali og trópi og svo kók og appelsín, en núna, þú veist, ég meina, ef maður fer í verslun og bara sé hvað í boði, þú veist, þetta og alltaf að koma nýtt og nýtt, sko. Já. En auðvitað væri og gott að geta bara haft þetta einhverstað svona beint fyrir fram að sig, bara séð í rauninni sýrustigið. Og þú veist, þá sykurmagni og svo náttúrulega líka, þú veist, koffínmagni sem kannski ekki alveg með tennurnar en ég meina fyrir þá sem eru kannski að nota þess að neyta þessar að drykja. En talandi koffín, kaffi sko, þeir sem drekka mjög mikið kaffi getur það litað tennurnar? Já, það getur það, já. Og líka, sko, ættgengt hvernig tennur maður með og hvernig lit á tennum, veistu það eitthvað? Já, það er náttúrulega, já. Erfitt að tengjast til dæmis tannvöndun og þú veist, kannski svona pínlítið formi, ég meina, þú veist, sumir eru eins og börnin mín, dóttir mín, hún segir, sko, en finnst hræðilegt að fengi tennurnar hans pappa síns og því að henni finnst þær litlar og bróðirinn að fengi tennurnar mín, þannig að það eru svona kannski ákveðnir, eins og tannvöndun og kannski form og annað, en svo það kannski bara líka þú veist, hvort við erum með fyllingar, þú veist, erum við með einhverja smíði, postulínskrónu til dæmis taka ekki í sig lit
Okay. En okkar tennur, þú veist, bara og maður sér líka fólk sem með, drekkum mikið te, það vill lita daldið, alltaf rauðvín og svo náttúrulega, já, og margir eins og hvítvin, þú veist, það náttúrulega líka talandi súradrykkina, það er súrt, þú veist, þannig að það svona opnar aðeins glerungi, þannig að hann getur orðið þá viðkomari fyrir litarefni. Ég held nefnilega þegar fólk að drekka eitthvað eða borða eitthvað, þá það svo mikið að spá í hvort það sé hollt fyrir heilsuna, en það gleymir svolítið að hugsa tennurnar. Það náttúrulega fyrsta sem að taka móti svolítið. Já, einmitt. Já. Og bara, þú veist, og munnvatni skiptir líka, þú veist, á máli og líka ef þú ert að fá þér til dæmis, segjum að þú ætlar að leyfa þér að drekka eitthvað sem er súrt eða að þá ekki að fara að busta strax eftir. Heldur leyfa munnvatninu að hlutlausa og þannig að bíða í hálftíma en í staðan fyrir að fá þér eitthvað að drekka og fara og því margir halda bara heyrðu, nú bara ætla ég að redda þessu og fara beint í að busta en þá ertu að busta úr svo súru munnvatni þannig að þú verður að gefa munnvatninu hálftíma að hlutlausa og fá pH-gildi eftir upp. Þetta er góður punktur. Þetta veist ég ekki. Nei, þannig að alls ekki fara beint í að busta upp ef þú ætlar að drekka eitthvað súrt. Já, ok. Það líka bara með sykurinn eða það kannski alltaf öðruvísi? Ef nýbúin að vera gúfiði blandi póka eða eitthvað? Blandi póka, það held ég að vera allt í lagi. Já. En allan með, þú veist, svona drykkina. En þú ert náttúrulega samt að fá sykurinn sem að svo, þú veist, hann gerjast í sýru, þannig að það er kannski bara, var nú kannski bara gaman að tjekka á því. Já, nákvæmlega. Eða fórst þið tyggjó? Já, ég ætlaði að mynda að spyrja, ég nota svo mikið ekstra. Já. Er það, reyndar ég aðeins búin að minka það eftir ég fattaði hvað er mikið gerfisæta í því. Því ég reyna að passa með aðeins að borða minni gerfisætu. Já. Það náttúrulega til tyggjó sem ekki með gerfisætum, ég veit það alveg. En ég voru mikið með, svona ekstra tyggjó og hefur verið bara, ég man ekki síðan ég man eftir mér, að það að hjálpa. Bara tyggjó, bara eins og ekstra bara mjög gott, af því þú ert líka þú ert að örfa munnásflæðið sem skiptir miklu máli upp á einmitt tannheilsuna, því að einmitt eitt af því sem að einmitt bara skiptir mjög miklu máli er gæði munnvatnsins og þeir sem að lendi því að fá til dæmis munnþurrk, til dæmis sjúkdómum eða lyfjum, að þetta er oft mjög erfitt. Og hefur það áhrif á tennurnar? Mjög mikil áhrif, af því þá leið og munnvatnsflæði minnkar að þá fá ekki þessa náttúrulegu hreinsun, þannig að skánin hún vill freka sitja og þannig að maður ég hef séð og allir tannlæknar sem hafa starfað eitthvað, fólk sem lendir í munnþurrki að tennurnar geta skemmst mjög, mjög hratt. Og hvað er hægt að gera í þessu ef þú ert með munnþurrk? Það eru til tannkrem og gel sem er við erum að nota og sumum finnst virka, öðrum ekki og svo kannski ef þetta er lyfjatengt, þú veist, þá kannski ræða við læknirinn sinn, þú veist, hvort það er eitthvað annað lyf sem að geti virkað sem að er ekki með þessum fylgikvilla, en svo er stundu bara fólk að gangi gegnum til dæmis eins og geislameðferð og þú veist, þá þarf bara í rauninni að vera með eins fyrirbyggjandi aðgerðir, þú veist, vera búin að ganga að tjekka því að munnurinn sé bara í góðu standi og fólk kemur þá kannski bara örar, þú veist, og þannig að við getum hjálpað því að reynsa vel á stöðum sem er erfitt, nota náttúrulega flúor tannkrem, jafnvel að koma í flúorlökkun, skól, þannig að allir kannski svona þættir sem að, bara geta hjálpa til. En þekkir eitthvað til hvort að neföndun geti hjálpað til? Ég er ekki nógu vel inn í þessari, og hef ekki prófað til dæmis þetta með teipin eða maður hefur heyrt svo mikið að þeir sem sofa með munnteip, þeir bæði upplifa bara útkvildari, en ég er nýbúin að hlusta á hlaðvarp þar sem að vera að tala um einhverja rannsókn sem var gerð á öpum fyrir ég veit ekki 30-40 árum og þá þetta er náttúrulega ómennst kannski, en þeir stípluðu, þú veist, nefið þannig að þeir önduðu bara gegnum munnin og þá breyttist formið á kjálkanum. Ég hlustaði á hann þegar hann kom, heitir hann ekki Stephen sem að skrifa bókina Breathe. Já, það getur verið. Ég hlustaði á hann þegar hann kom hvað alls ekki rúmt á síðan og þá var hann, það sem ég varst mjög merkilegt var að hann
sýndi myndir af höfukúpum, það er til í skóla í Kaliforníu höfukúpur bara langt aftur, það sem að bara sýnir bara hvað við erum með breiða og stóra kjálka og svo bara hvernig við erum að þróast í að kjálkarnir eru að minnka og þú veist, kannski það bæði öndunin og svo það líka, margir sem segja að það við erum, nota hníf og gafla í staðan fyrir að við vorum að kannski tæti okkur matinn áður fyrir og nota tennurnar og þannig kom örfunin á beini en það var mjög, mjög áhugavert að sjá þessa myndir bara og hann allavega með svona kenningu, þú veist þetta að við værum meðan að kjálkarnir væri minnka að þá væri náttúrulega væri lendi erfileikum með öndunna því að bara opið væri að minnka en ég hef ekki prófað og þú veist, þekki ekki alveg nógu vel með þessa nefendun og það en mér finnst það mjög þetta er mjög áhugavert, að þetta hefur svo mikil áhrif á tennurnar, það er bara minna pláss meðan það er endavægslar náttúrulega ofta ekki pláss fyrir þá í dag og líka náttúrulega með því að ef kjálkarnir eru að minnka þá erum við að lendi í meiri tannskekkjum auðvitað vantar plássið Já, en svo ég kannski klári söguna að þetta voru einhverju 3 hópar, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var gert, en þegar þeir sem sagt síðan tóku þá löguðust kjálkarnir aftur, bara tók einhver tíma. Þú veist, þeir urðu aftur eðlilegir. Þannig að þú veist, þeir voru að tala um að ef við færum öll að anda alltaf með nefinu bæði á nóttinu og daginn, hætta alltaf að anda með munninum, þá myndi kjálkin okkar smá saman lagar. Já, sko það er eins og til dæmis talandi eins og með þá krakkana sem eru svona snuddukrakkar að þá ef að þau hætta að nota snuð í kringum 4 ára og ef þau eru komið með svona opibit og já, það klassika snuddubit eins og við þekkjum, ef þau hætti kringum 4 ára að þá gengur þessi breyting á efri kjálkanum tilbaka en svo ef að þau fara að halda áfram lengi að þá getur orðið svona varanleg breyting þess vegna er betra til dæmis að þau nota snuð heldur en sjúga puttan. Já, einmitt, það er gett að taka hann af þeim. Þannig að það getur vel verið með, þú veist, já, það er mjög fróðlegt. En þetta eru mjög skemmtilegar pælingar. Og svefn er bara einhvern veginn, kannski einmitt eitt af þessum atriðum sem eiga eftir að koma meira inn og líka sem einmitt tengist okkar, eða þú veist mínu fæi að þú veist einmitt kæfisvefn og það, við erum að náttúrulega gera hrótugóma þú veist til þess að hjálpa og það er og ég finn það er svona alltaf að verða meira og meir og það tengist náttúrulega bara líka þessari vitundavakningu og fólk er fara að láta skoða þetta betur og greina þetta og þannig að það er alveg klárlega þarna eitthvað sem að getur spilað inn í. Algjörlega. Að því vorum aðeins að tala um snuddur og ég er að kenna ungbúnarsund, búin að gera það í svo mörg ár og mér finnst svo gaman að spá í sem litlu og bara í gær vorum við eitthvað að ræðum hvað börnin voru gömul þegar við fengum fyrstu tönnina er eitthvað sérstakt eitthvað rammi þar sem er svona meðaltal hvenær börn byrja að fá tennur það getur verið bara sumfæðast með já, ég finnst þetta ótrúlega þannig að það er bara, það getur verið allavega yfirleitt eru miðframtennar í efri en eðri sem kom fyrstar en þú veist eins og ég segi þau geta fæðist með tennurnar og þannig að það getur verið bara allavega en stelpur eru vilt fyrir strákar já, það verðist einhvern veginn að vera og svo verðist þeirra pínu líka samengi ef að þú veist, þau eru fljóta fótt tennur og þá eru þau svona fyrir í tannskiptunum Já, einmitt, ég ætlaði eitthvað að spyrja því að börnin mín voru mjög sein að fá tennur og mjög sein að missa barnatennunar það fylgir en þú veist, barnatennunar bara svolítið koma þeim Já, þeim hendlar og það er ekkert eitthvað eðlilegt eða óeðlilegt eða neitt svona Nei, í rauninni ekki og bara í rauninni og bara leið og fyrsta tönnin kemur að þá byrja busta með tannkremi með smá tannkremi pínu bóns og þetta kannski er það ekki eiginlega bustun en bara það kannski vera með tannbustan og setja örlítið af tannkremi á bustan og þá fáðu örfunum á munnvatninu og þetta bara kannski aðeins með bragðið og veist, þetta er síðan einhver aðtöp það er bara því fyrr því betra það venjist alltaf við að busta og bara og þú veist lefa busta og svo þegar
konar fleiri tennur og tennurnar farirnar að koma saman og þá byrja að nota tannþráðinn og minna nú til alveg bara aragrúi af einhverju stykkjum sem er auðvelt að nota, það ekki að vera þræða þetta milli fingrana einmitt, ég má alveg taka má í sem tannþræði, sko, ég alltaf að reyna að meina þetta því að hann mjög mikilvægur hann jafn mikilvægur eins og að busta því að þú veist, oftast ef við erum að sjá tannskemmdir þá það milli tannskemmdir að því að við erum ekki nógu duglega að hreinsa á milli og það þarf ekkert að þjöstnast, það bara nógu að fara þú veist, niður á milli, þú veist, einu sinni tvisvar og þá ertu búin að hreinsa það sem að þarna og ef það eru stór bil og fólk finnst og bara kannski með heilartennur en kannski einhver beinrýrnum þegar við eldumst þú veist, þannig að nota þráðinn og jafnvel millitannabustana þá með og ég nýbúin að eignast svoleiðis, ég vissi ekki eins og hvað það var svona okkur pánsu lítill svona, því þú veist, það bara eðlilegt við eldumst og þá rýrnar aðeins beinið og þá fáum við svona meiri bil oft niður og holdið og þá kannski ekki alveg nóg stundum að fara með þráðinn og þá eru til þessi millitannabustar eða tannstönglar til með eins og frá gömm, svona plast þú veist, mjög þægilegt og auðvelt að nota þetta það bara að setja herferð í gang já, passa upp á þetta því að þú fær bara, leifart komið fullorðstannlunar, það færði ekki annað sett þannig að það eins gott að passa upp á þetta en ef við klárum aðeins börnin þegar, sko það því að tanntakan mjög óþægileg og maður finnur það þau eru svolítið svona örg, litlu krílin eitthvað hægt að gera svona til að létta þetta eða já, ég menn það, fyrst, ég nota allan með krakkarni og mér, þá var ég með svona gúmi sem ég setti kæli, aðeins að kæla og svo eru til gel, menn þau eru mjög örg, þú veist, þá kannski bara að stílinn, þú veist, en mér finnst það nú bara oft þegar maður eins og til með krakkarnir sem eru í tannskiptum sem að fá, þú veist, að missa barnatennar og fá fullorðinstennar, þú veist, að þau eru náttúrulega kannski fann að koma, þú veist, til okkar að, þú veist, hvað einhvern veginn þetta gengur ótrúlega mann er aðalega að hugsa þessi sem eru yngri en eins sko. Þú veist, þessi pínlítið þegar fyrstu tennirnar eru að koma það verðist vera svona en þá kannski bara með þetta kæla eða nota, þú veist, þessi gel sem eru til í apótekinu og ef þau eru fá hita eða eitthvað þá bara stílinn eða eitthvað þess aftur alright, það er gott að vita fyrir ungbarna foreldrana en naga neglur ekki gott þannig þú nota bara naglaklípur ekki nota tennurnar í að naga og það er alltaf að skamma mig sko. ég er alveg með neglur og svo er ég bara svona svo abbi, ég tekar allar í einu bara og búið nei, bara alls ekki að því að líka sko glerungurinn þú veist, eins og núna bara þegar við eldumst þá erum við náttúrulega búin að nota tennurnar og auðvitað fer það eftir aðeins kannski bitinu en mjög eðlilegt að glerungurinn þynnist með áránum og þannig að þau komið með kannski frekar þunnan glerung á framtönnurnar í efri góm og vart að naga og svo brotnar aðeins upp úr og að þá er hún árið viðkvæmari og þannig að bara nota naglaklípur ekkert að naga nei, þetta er svo fyndið þegar sumir naga alveg bara í stressi og svona þetta er ekki það þetta er eitthvað svona primal svona, ég veit ekki eitthvað svona sem ég nýbúin að vera abbi held ég en hvert er að fara næst? Ég er með svo margar skemmtilega spurningar ég daginn var ég tannlækni og það komið svo óvart og ég vissi ekki að þetta væri hægt en hún sagði ég bustaði of fast og það komið svo óvart mér langaði svo að koma svo út að þú veist, fólk vita af þessu að það sé hægt bara tannholdið mitt var þá orðið svo viðkvæmt það eru mjög margir sem að einmitt busta of fast eða þá eru með of harðan busta þannig að við erum að mæla með að fólk noti mjúkan og núna eru líka til alveg ultrasoft bustar þannig að og busta þú ert náttúrulega að hreinsa en að nota líka réttu tæknina ekki setja bustan bara beint á og skrúpa heldur í efri gómnum halla bustanum örlítið upp að tala svona 45 gráður halla hann aðeins upp í efri og gera svona eins og litlar hringkreifingar þannig að hárin á bustanum fari á milli tannar og holdsins og í neðri þá hallar hann eins niður og ég reyni að gera sama ég nota svolítið á sjúklingarna mína þegar þeir eru meitt að busta og
fast að þá segir bara ef þú væri með fínasta postulínið þitt eða eitthvað sem þið væri mjög andum, þú færi aldrei með gattavírsbustan og myndir skrúpa þannig. Nei. Þú færi með einhvern klút eða eitthvað mjög mjúkan bust og hérna færi svona mjúkum höndum og það kannski með tennurnar líka. Já. Hreinsa þær en ekki hérna með offósi. Svo fikk ég góða ábendingu, ég baði nefnilega fylgjendur mína spurningar. Já. Og það var eina að tala eftir svona efnaskipta aðgerðir, þá fólk oft með viðkvæmar tennur. Já. Ég spáði hvort það sé eitthvað, eru magasýrurnar eitthvað að breytast eða? Sko, náttúrulega, ef það er það, ef það er að fá kannski bakflæði, þá þarf að passa það mjög vel. Og og við sjáum það með líka fólk með bakflæði, það er oft með mikla glerungseyðingu og það náttúrulega getur líka verið þá aukin hætta á tannskemmdum. Og það kannski, það er svona einn þáttur í allan sem að kom mér kannski svolítið ávart og hefur kannski gerast það með því að þegar maður sjúklingahópurinn eldist að þá kannski fólk sem maður er búin að vera að hitta og þú ser alltaf alveg mjög hreinar og vel hirtar tennur en glerungurinn fara neyðast eða þá fara að koma svona skemmdir á milli eins og framtanna í efrikóm og svona svolítið skrýtnar og þá fer maður að gruna bakflæði og það er bara staðrind að það eru mjög margir með ógreint bakflæði sem er bara meðfætt og fólk er bara búið að læra að lifa með því og það er hægt að borða þetta, borður ekki eftir klukkan þetta og þannig að þetta getur skipt miklu máli fyrir tennurnar. Þannig að kannski fyrir fólk sem hefur farið í svona aðgerð ef það er að upplifa að það gúlpist upp að þá þarf að huga vel að því. Skoða það vel. Já. Svo fyrir þá sem að gnýsta tönnum í svefni, hvað er til ráða? Það er hægt að til að verja tennurnar á að gera svo kallega bitlíf eða bitskinnu sem er oftast gerði í efri góminn og þá er skinnan bara gerð þannig að hún bara situr þannig að þú getur í rauninni djöflast með neðri kjálkan alveg eins og vilt á þess að skaði tennurnar. Já. Og þessi hlífi líka að því vorum að tala bitlækningarnar áðan að þá eru líka margir sem eru kannski að gnýsta og eru að fá höfverki og þá er hlífi mjög góð því að þá í raun ert aldrei í þessum vöðvasamdrætti sem þú vilt vera í þegar þú ert að býtur saman og gnýstir þá ert alltaf bara eins og sért bara að lyfta lóðum og þá er skinnan í ákveðni þykkt þannig að eins og ég segi nöðrukjálkin getur bara í rauninni skauta þannig að vöðvarnir eru ekki saman þannig að það bara, já, það er hægt að gera svona hlýtt. Mér líka bara svo margir vit ekkit af þér gnýsti tönnu, svo bara ég hef heyrt að tannlæknar spurja svo bara gnýstur tönnum, af því að er það ekki þá ekki fremtennina sem eru yttar? Oftast er það kannski augtennurnar við sjáum ofta, já, því það eru síðustu tennurnar í rauninni sem er að snertast í hliðarhreyfingum, þannig að við sjáum ofta í staðan fyrir að það séum svona spísaðar að þá eru orðnar svona þverar en svo eru margir sér gnýsta og þú veist, hafa engin einkenni og jú, maður sér að augtennar eitthvað aðeins eittar á köntunum en talandi eins og með framtennurnar þá getur það líka verið oft bakflæðið að þá er glerungurinn hann þinnast þannig að þá sér maður stundum að kantarnir eru svona orðnir svona, hvað maður segja, ójafnir hrufóttir, já og þetta getur að vera, þú veist, hvernig þú býtur saman, þú veist, og ef það er þú ert í mjög þjættu framtannabiti þannig að það er ekkert pláss í rauninni fyrir þessar tennur þegar við erum í hreyfingum, þú veist, og maður er alltaf að svona að ná þeim saman og þá bara með tímanum að þá slitna glerungurinn og það getur verið bakflæðið, þannig að það getur verið nokkrir þættir. Ok, en svo er núna rosa mikið í tísku svona að hvíta tennurnar. Hvað segir tannlæknirinn það? Það er alveg í góðu lagi að það er bara gert rétt. Ok, og það er ekkert slemmt fyrir tennurnar? Þú veist, bara með eins og með allt annað, allt er gott í hófi og gera þá undir líka bara eftirliti. Þú veist, og ég veit að það eru margar stofur tannlæknastofur sem eru að gera tannhvítun, að við seljum ekki tannhvítunarefni nema til þeirra sem eru í meðferð hjá okkur. Þannig að það sýnir okkur eða þá getum við haft svona eftirlit með því hvað fólk er að hvíta mikið og að því að ég menna þetta getur farið fram á þér og það er
ákveðin litaskali í náttúrulegum tönnum og ef þú fer út fyrir þann skala að þá fá við svona ísaka bláa tennur neon sem að er ekki fallegt, þannig að maður þetta alveg í góðulegi að gera þetta og bara gera þetta rétt og láta fylgja þær eftir. En hvað er að gerast í tönnunum? Þú veist, þegar þú setur þetta efni, er bara þetta er það er verið að breyta í grunnlitnum í tannbeininu. Þetta er efnaferli, þetta er alveg sterk efni sem við erum að nota og þannig að þetta er efnaferli sem að breyti grunnlitnum, þannig að tannbeinið er undir glerungnum, þannig að það er verið að breyta honum. Og eins og ég segi, þá flokkast tennur í rauninni 4 flokka A, B, C, D í litaskala og til dæmis þeir sem eru með A-lit að þeir taka oft betur vissir en heldur en þeir sem eru í C eða D og og þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem virkar í viku eða 2. Já, þetta er bara komið til að vera. Þetta er komið til að vera, já. Bara eins og að lita hárið, eila. Já, nema að tennurnar vaks ekki eftir, þannig að þú ert búin að breyta þarna. En svo fer það líka eftir, þú kannski segjum að þú ferði í tannkvitum, þú ert A3, ferði í A1 og þá heldur þér í A1 en svo kannski drekkur kaffi til rauðvin, þá kemur þessi yfirborðslitur sem að við fjarlægum svo bara þegar fólk kemur í eftirlit. En þetta er alveg góð og en það er margt í boði og þannig að bara skiptir líka miklu máli að fólk fái góð ráð með hvaða meðferð hendar. Að því þetta er það sem er kannski búið að vera lengst og vinsalast það er tannlýsing með í skinnum og það henda til með fólki sem er með kannski frekar segjum kannski það sem við myndum segja A3, A4 að því það fólk kannski þarf alveg nokkuð skipti til að fá fram þennan lit sem að mörgum langar í hafa ljósar og svo meðan kannski einhver sem að er A1, A2 langar aðeins að fríska þá kannski nóg fyrir viðkomandi að koma einu sinni í tannlæknastólinn og fá svona það sem við kallum booster. Þannig að bara að sé svona vera meðandlit á réttan hátt. Já, þannig að þetta er eiginlega fegrunaraðgerð. Er það ekki? Er einhver ástæða fyrir að fólk gerir þetta annað en bara? Nei, menn þetta, já, kannski fegrunaraðgerð og ég bara, þetta getur haft alveg áhrif á suma bara, þú veist, finnst óþægilt að brosa þeir hafa ágjör að finnst tennurnar og gular og þannig að þetta getur haft áhrif á sjálfstraustið og fegrunaraðgerð er ekkert bara slæma. Nei, alls ekki, nei, en þú en ég bara meina að það er ekkert svona læknisfræðilegt á bakvið, nei. En með tannréttingar flestir sem fara í tannréttingar eru náttúrulega bara að því að það er eitthvað mikið en heldur það að við aukist að fólk fara í tannréttingar sem hefði í reyðilega ekki þurft að fara í tannréttingar? Nei, ég held ekki. Það finnst mér mjög hæpið sko. En það er kannski það sem hefur gerst með tannréttingarnar að það hefur verið þessi þróun með þessar skinnur sem að glæruskinnur. Alveg rétt, þannig að það er kannski fólk sem að myndi ekki nenn að fara í tannréttingar til að fá teina að það er kannski alltaf komin inn hópur af fólki sem að er tilbúið að fara í tannréttingar að því að þessar skinnur eru komnar að því það er svona ósynnilegar eða lítið sjáanlegar réttingar. Og það er eitthvað sem þú skiptir bara næstu í daglega eða hvernig var það? Nei, eins og við erum að nota kerfi sem að heitir Invisalign og þá erum við að skipta á vikufresti, stundum 2 fresti og en þá er í rauninni kemur fólk bara og fer í greiningu og það er gert í plan og þá segjum að þú verður að koma og fengir 16 vikna plan að þá er búið að reikna út í rauninni hvað færsla á að eiga sér stað í hverju viku og þannig að þú þarf þá að passa að nota skinnurnar einar 20-22 tíma á sólarhring og til þess að geta skipt vikulega. Já, þannig að fólk tekur það bara út þegar að borða eða? Já. Þetta er ótrúlega sniðugt. Þetta er, já. Hvað sem er uppfinning eða ég veit ekki hvað. Já, þetta. En málið er að þetta er alveg 20, það er alveg komið 25 ár síðan að fyrstu skinnurnar koma marka. Já, ok, vá. En það sem að kannski er að valda í núna að þetta er að vera vinsælt er bara þessi tækni sem við höfum, sem að hefur náttúrulega bara breyst gríðarlega frá því ég byrjaði. Þannig að nú erum við farin að geta skannað bara allt inn og sendt til dæmis bara rafrænt
og þannig eins og með skinnurnar, þú veist, þá þetta fyrirtæki í Bandaríkjunum en með stöðvar alls þar út heiminn og við bara sendum rafrænt og þetta bara komið til þeirra náttúrulega á engu tíma og greiningin kannski komið til okkar eftir nokkra dag og svo það kannski að vinna hana breytinni en þú veist, í staðan fyrir eins og þú veist áður fyrir þeir sem hafa farið gegnum tannréttingar láta taka mát, fara að pósta því þú veist, einhver erlendis í Bandaríkjunum þarf að taka við því vinna undirbúningsvinnu og fara svo að senda tilbaka og þetta hafa svo flókið þannig að þess vegna kannski var þetta ekki notað fyrir en að við fórum að geta nota það sem við kallum svona digital dentistry. Já, minnst þetta alveg ótrúlega tækni. Finnst þér tannheilsa bara þjóðarinnar, þú náttúrulega við erum á Íslandi, finnst þér hún eitthvað hafa breyst frá því að þú byrjaðir? Já, mér finnst það. Mér finnst allan þeir krakkar sem að ég sé, mér finnst þeir verið í miklu betra standi. Ok, frábært. Já, og það er kannski líka bara tilkomið af þessum samning sem að gerður við Tryggingastofnun þannig að það geti verið einskýring og svo hugsa ég bara líka bara svona vitundavakning að fara með börnin þegar þau voru 3 ára í fyrstu skoðun þannig að og bara þessi heilsuvakning bara hvað við erum að setja ofan í okkur og þannig að ég held að það spilir mikið þátt í þessu en mér finnst það klárlega það er frábært allan að fólkinu sem ég hitti það er ekki oft sem að maður fær þú veist, krakka að drepast úr tampinu sem var kannski, þú veist, áður auðvitað eru krakkar fór tannskemmdir en þau eru þá að koma það reglulega, þú veist, það er hægt að grípa inn í fljótt. Akkurat. En svo kannski getur vel verið að þeir sem eru í eins og barnatannlæknar sem eru, þú veist, með þá sérgrein að þeir sé að sjá náttúrulega veri tilfelli sem að við kannski sem erum í almennu sjáum ekki. Þannig, en já, ég myndi segja svona almennt held ég að við séum á góðri leið. Já. Þegar ég var krakki þá fekk maður alltaf silfur í tönnunum, það var alltaf að spyrja hvert er mörg silfur. Af hverju var því hætt? Það var svolítið bara út af kvikasilfrinu. Þú veist, það var fyrst og fremst kannski innihaldsefni þótti ekki gott fyrir heilsuna og já, það var sem sagt kvikasilfur í því. Já. Og það var, en svo eru alveg skiptan skoðanir, þú veist, hver skaðilegt, þú veist, og allt það var, en ég hef ekki sett silfurfyllingu í núna 22-23 ár sko. Nei, mitt vá þess svona langt síðan. En eins og ég segi, það voru alveg skipta skoðanir, þú veist, Svíar tók þetta mjög langt held í upphafi að þá bara borguður held í fólki fyrir að koma og láta taka út silfrið og setja plast, en sem að, þú veist, svo kannski var það ekkit endilega, þú veist, málið, því það þarf líka bara að meta hverja tönn fyrir sig, þú veist, hvað, ég meina þarf hún plastfyllingu eða þarf hún kannski postulískrónu eða veist, hvernig þarf að meðhandla hana. Yeah. Þannig að en sumir er að koma og finnst óþælt að hafa silfrið og kannski með tyggingunni er eitthvað að losna sem að trublar. Hvaða efni er það notað í dag? Við erum mest að nota svona tannlautu plastfyllingarefni sem að við herðum þegar við búin að setja mótuð og svo bara herðum við þannig að þau eru orðin bara hörð þannig að það er hægt að tyggja með þeim. Jafnhörð og glerungur eða? Nei, það er ekki. En svo erum við, það er fyllingarefni, plastfyllingarefni og svo erum við líka náttúrulega að gera postulín og það eru ýmsar típur að því eftir hvað, þú veist, hvort er verið að gera stakukrónur, brýr, skeljar, þú veist, þá er þannig að alls konar. Það er það er ekkert bara eitt fyrir alla. Nei. Er ég að gleyma að spyrja einhverju mikilvægu varðandi tannheilsu? Ég held við sem búin að svona fara svolítið breytt sko. Já, kannski ef við bara tökum saman í lokin svona bara lykilatriðin til að hugsa tannheilsuna og kannski sem ég glemt að spyrja hvernig getur það haft áhrif bara á almenna heilsu? Já, þú veist, til dæmis eins og það er til dæmis ef þú hugsar ekki vel tannirnar út kannski með færð stóra skemmd og rótasýkingu og þú veist, þá ertu komið með bara sýkingu í bein það náttúrulega bara hefur áhrif á almennt bara heilsuna þína þú veist, og
þannig að bara svona sem kannski einfalt dæmi, það skiptir miklu máli, menn að skrokkurinn þá bara alltaf að hugsa þessa sýkingu, þannig að þetta bara skiptir bara almennt alveg eins og að vera með sýkingu í stóru tá eða þú veist, þú vilt bara hafa þetta í lagi. En svona almennt, mér finnst náttúrulega bara, mér finnst tannlækningar mjög skemmtilegar og þú veist, það er rosalega gaman að geta fyllt fólki eftir og séð í gegnum bara nú er ég kannski fann að fá 3. kynslóðan til mín og sjá þegar fólk er að hugsa þetta og er koma þessu skuldbindingu og bara passa upp á þetta og þegar þú kannski fari líka fólk til þeim sem er kannski ekki með hlutina í lagi og þá er þetta oft svolítið náttúrulega bara ákvörðun að taka náttúrulega komið sér lag og þetta er oft brekka fyrir þá sem eru kannski ekki búin að sinna þessu að klára og svo þegar fólk klárar og maður bara, þú veist til hamingju, nú er þetta bara komið í lag og sjáumst eftir hálft ár og þegar fólk kemur svo kannski fyrst 2 ára ári og svo fyrir að geta komið 1 sinni ári, af því það er búið að snúa blaðinu við og þú veist, fara hirða vel, þú veist, sinnusu, þú veist, það er mjög, mjög skemmtilegt. Og og þannig að tannheilsa bara skiptir okkur mjög miklu máli og ég held að bara fyrir svona sjálfstrausti, þú veist, að þú sért bara með heilbrigðar og góðar tennur. Nákvæmlega. Þannig að til þess að hugsa bara sem allra best tannheilsuna, þá þurfum við náttúrulega að busta tennunar og nota tannþráð, segja það. En hvað finnst þér munnskol? Menn hefur heyrt skipta skoðanir það? Já, munnskol kannski fer eftir hvað tilgang þau eiga að gera. Þú veist, til dæmis fólk sem fer í aðgerð, það þarf kannski munnskol til þess að sótthreinsa, þú veist, þannig að síður að lendi í einhverju vesinni eftir aðgerðina og þá er það kannski bara að hugsa sem tímabundið eða gel. Svona almennt munnskol kannski sem hún kaupir bara Sendium, þú veist, Colgate, þetta er svona meira kannski svona frískandi. Já, og það má alveg nota þetta. Já, ég menna það er bara svona frískar annarkvæmt andadráttin eða þú veist, þú farið smá örfin á munnvatnið og svo er náttúrulega flúksi sem er flúor, innihaldi mikið flúor og það er hugsað kannski fyrir þá sem eru næmari fyrir, þú veist, að fá tannskemmdir, kannski með mjög þunnan glerung eða flóran er að valda, þú veist, fólk sem er að lenda oft í að fá tannskemmdir og þá er það kannski fyrst og fremst fyrir þá. Svo er hægt að fá tannkrem líka með hærra flúor innihaldi fyrir þá sem einmitt eru kannski með munnþurrkin og eins og við rættum með máðan sem eru í aukinni hættu. Þannig að mér finnst það sko svo skrítið að því að ég sem barn, þá fekk ég rosalega mikið af tannskemmdum og ég var samt bustaði tennurnar og ég borðaði örugglega ekki mjög óholt, það var bara einhvern veginn ekki þannig þá, en samt fekk ég held þetta hlýtur kannski bara að vera svolítið bæði genin, en líka kannski við notuðum eiginlega aldrei tannþráð. Það getur bara það var bara ekki vitundavakningin þetta, veist, maður vissi bara ekkert hvað það var. Þú getur alveg bustaði 10 sinnum á dag og samt fekk tannskemmd ef órindir liggja á milli, því þá næri ekki bustið þangað. Og í barnatannsætinu þá er glerungurinn mun þynnri heldur en í fullorðinstannsætinu, þannig að skemmdin er fljótari að fara í gegnum glerunginu inn í tannbeinið. Þannig að það getur líka verið. En það er kannski með líka góða punktur að þegar að við erum að fara í tannskiptin að flóran sé í góðu jafnvægi, að fullorðinstannar sé ekki að koma upp í sýktu, þú veist, umhverfi. Já. Og fólk gerir það bara með því að tannhirðu og bara koma og láta, þú veist, grípa inn í að vera að skemmast, að bara að ná skemmdunum niður, þú veist, og þetta náttúrulega tannskemmdir eru bara bakteríusjúkdómar, þannig að segjum við sér með 4 skemmta tennur gert við 3 ár, að þá er þessi 4. sem aðeins viðheldur þessari óæskilegri flóru. Þannig að skipti máli að hreinsa til, fá þessar bakteríur í rétta fjölda, því að við erum öll með tannskemmdabakteríur en við viljum bara hafa þær í jafnvægi. Viljum ekki að þær rjúki upp og fara að verða skemmandi. En hvað er það þá sem er arfgengt? Hvernig getum við erft slæmar tennur? Er það þá ekki tennurnar sjálfur, heldur kannski bara flóran? Nei, það myndi ég ekki segja.
þú veist, það fyrst og fremst kannski bara, þú veist, mataræðið og það sem að, þú færð ekki, ef að mamma og pappi voru, með mikið skemmta tennur, þá var það ekki samansömerki að þú sért að fá skemmta tennur. Nei, ok. En það geti verið kannski að vera bakflæði í fjölskyldinni, þú veist, ef að þú hefur kannski sem, hefur kannski verið með ógætt bakflæði og verið alltaf að gúlpast, þú veist, upp og þá það mjög líklega kannski annarkvæmt frá mömmu eða pappa að vera meðfætt, þá geti það haft áhrif. En það ekki þannig ef að mamma hefur, þú veist, endilega haft verið kannski ekki hugsað tennurnar og verið með tannskemmdir að þú endilega kannski erfa það. Ok. En ef við tökum kannski bara í lokin uppáhald spurninguna mína sem ég spyr alla sem koma til mín, hvað heilsa fyrir þér? Að þetta hlaðvarp snýst nú heilsu. Já, heilsa bara fyrst og fremst að líða vel. Bara, líða bara vel, vakna og líða vel og vera tilbúin í daginn og tilveruna. Vera bara, sáttur og kátur. Bara, ég held að það sé bara fyrst og fremst að líða vel. Já, og fyrir orkubolta eins og þig að hafa orku til að gera svo langar að gera kannski. Já, ég meina, það ekki bara forréttindi, þú veist, að geta hreyft sig og Algjörlega. Og bara gert svolítið það sem manni, langar. Ég held að ég náttúrulega, þú veist, eins og þú kannski veist á fjarspil, þá hef ég nefnt alltaf hugsað sko, heilsu, þannig að fyrir mér það bara einhvern veginn svo eðlilegt að spá í, þú veist, hvað ég sitt voni mig og hreyfi mig en ég menna ég leifi mér líka alveg hluti en þetta þarf alltaf að vera í balans, þú veist. Þannig að ég kannski fer ekki og kaupi mér súkkulaði kók, þú veist, að því mér myndi bara líða illa, þú veist, þannig að fyrir heilsuna mína væri það ekki gott. Nei, nákvæmlega. Við hittist nú fyrst í hreyfingu. Já. Við vorum að báðar að kenna hvað hétt þetta ennþá máttur? Nei, þetta var hétt hreyfing þá. Þetta byrjuðu við. Varst þú í mætti líka? Nei, ég kemur stúdíónu. Já, þetta var hreyfing. Við flytjum, þetta hvað það ekki, breytist þetta ekki hreyfingu? 2005, getur það verið? Hvað svolítið? Ég hætti að kenna áramótin 2003-2004. Þá var þetta örugglega nýorðið hreyfing. Og þá var verið að byrja að undirbúa minni mig Glæsibæ. Ok. Já, mér minnir að þau hafa verið staði framkvæmdir þá. Þannig að, held það. Já, þannig að við erum búin að vita hvað annar svolítið lengi. Já. Tími líður. Tími líður, já. Og kannski bara parturinn á því að þú veist, sem að hvað svona skemmtilegt í kringum eins og tannlækningarnar sem að kennt manni að eins og það sem að var þá á þeim tíma að vera alltaf að svona fylgjast með, þú veist, hvað var í gangi og aldrei að stoppa svona eins og þú kannski þekkir eins og þeirra hrapp var, þú veist skoða ný vídeo eða vera með nýja tónlist og það nákvæmlega ný spor í pallaleikamunni og það bara nákvæmlega sama í tannlækningunum að þú veist maður þarf að vera alltaf þú veist vakandi og að því það hefur orðið mjög mikil breyting á tannlækningum bara varandi til með eins og tæki og tól og þú veist aðferðir og efni og þannig að kannski kendi leikumistímarnir og á sín tíma mér það að vera alltaf að fylgjast með og ekki bara einhvern veginn bara koma sér fyrir í sófanum og bara, nú er ég bara búin að læra og nú er ég bara tannlæknir og það ekki að gera neitt með. Ekki að staðna. Nei. Þannig að Og þú ert með stofu sem heitir Tannbjörg. Já. Og ég er búin að vera með hana í 22 ár stofnaði hana 2002 og þá flutti ég í Hlíðasmára 14 var þar fyrst með 3 öðrum tannlæknum Helgu, Möggu og Elvu Guðmunds og svo fluttu við í Hlíðasmára 19. Já, fór ekki langt. Nei, fór ekki langt, nei. En þá fluttu við ég og Brynja sem er með mér á stofu. Hún er með stofu sem heitir Tannprýði. Fluttum þetta 2021 og
það var rosalega gaman frábært að hérna, eftir þetta langa tíma færa sig á nýjan stað og svona var svolítið einmitt endurnýjun í bara útliti og aðstöðu bæði fyrir mig og svo bara starfsfólkið og allt og mjög. Ég náði einum degi á en ég var send í sóttkví. Nei, kom svo COVID. Já, það var COVID, já. Við fluttum í nóvember og hérna og ég náði einum degi og svo var ég send í sóttkví. Skemmtilega. Hvernig var að vinna sem tannlæknir í COVID? Máttu koma til tannlæknir? Nei, það var svolítið, mátti vera einhver neyðast þjónusta þarna á einhverju tímapunkti, svo var eitthvað lokað og hérna, þannig við máttum náttúrulega bara ekkert vinna, þannig að þetta var alveg mjög hérna, þetta var alveg krefjandi og líka, þú veist að því, eins og til mig þegar við vorum þannig saman í Hlíðarsmál 14, þá vorum við 5 tannlæknar og það þurfti með að passa að hérna blandast ekki og hérna, þú veist, allar þessar reglur og allt þetta var stórmál. Yeah. En við vorum með eina sem var mjög flink í öllu þessu og hún bara var með plan, það var mjög gott. Hún bara, svona gerum við þetta. Þetta gekk ótrúlega í rauninni vel, svona eftir að higgja. Það er ótrúlega merkilegu tími að hafa upplifað þetta. Sko. Mjög. En bara, já, algjörlega. Ég var að kenna, og er að kenna í hérna menntaskólanum við Hamrahlíð og það var bara ákveðni nemendur þurftu að fara inn ákveðna innganga. Þú veist, það var bara að þitt hólf, þitt svæði. Já, og bara eins og hjá okkur, þú veist, þá máttu við ekki þú veist, vera með saman á kaffistofu eða snirtingu og þú veist, þetta var alveg maður var svo útrúlega margt í þessu sko. En það var gott að það var búið en ég allan að við hérna ég segi bara svona falli fara heill eitthvað svona, það er bara gott á nýjum stað. Já. Þannig að það var bara hérna, ég held ég var búin að spyrja öllu en ég sé hérna eitt punkt sem ég glemdi að spyrja og það var varðandi sko kalk og mjólkurvörur. Er alltaf talið rosa mikilvægt að það er alltaf sagt mjólk er góð? Já. En nú svo margir farnir að drekka haframjólk og möndlumjólk og minka mjólkurvörna svo mikið. Já, ég bara hefur það einhver áhrif á tennurnar? Ég held að, þú veist, ég er fullt af fólki með hérna laktósa óþol. Ég hérna drekka ekki miklu mjólk en kannski kalki fyrir, ekki endilega tennurnar, kannski bara fyrir beinin okkar almennt. Þannig að ég held að það myndi aldrei skaða okkur að taka kalk en ég held að það sé ekki lykilatriði upp á tannbeinið eða svoleiðis. Já. Þannig að hérna Ókidúk. Heyrðu, kannski bara örstutt í lokin að því ég reyndi að taka þetta saman en þú kannski tekur þetta miklu betur saman en ég hef ekkert vita á tannheilsunni. Jú, núna, veit ég helling. En það var bara við vorum byrjaðar það besta tennur, þú segir 2 á dag. Já. Er hægt að busta of oft? Já. Getur, já. Busta kvöldsmótna. Já, og gefa þér tannþráðun og gefa þér tíma á hérna á kvöldin. Þú veist, bara ég held að það sé bara almennt hjá okkur. Við erum bara meiri hérna að sjá okkur á mótnana en að busta þá fara munnvatnsflæðið í gang. Busta á mótnana og kvöldin hérna busta, gefa þér 1,5-2 mínútur. Ekki skóla munnin á eftir. Og nota tannþráði eða eitthvað sem að hérna milli tanna tæki. Þá ættur að vera nokkuð góð. Já, og borða hollan og góða mat. Borða hollan og góða mat, já. Og fara náttúrulega reglulega, veist, í tjekk. Veist, hérna, og tannlæknirinn segir þér, veist, hvort þú þarft að koma 1 sinni 2 sem við þurfum að koma oftar. Þannig að ekki láta þetta að sitja á hérna hakanum og fá þetta svo í andlitið allt er komið í höng sko. Nei, það er erfiðar að vinna þetta tilbaka. Já, og það bara hérna, legur komið eina skemmt og það þarf að gera við tönnun aftur, það er engin fylling sem endist all ævina. Þannig að besta forvörnin er náttúrulega að fá aldrei tannskemmt og hérna, þannig að bara passa þetta, það er bara lang best. Ég held að þetta séu ekki lokaorð að besta forvörðin sé að fá aldrei tannskemmt. Já, sennilega. Það er ofseint fyrir mig. En takk alveg fyrir að gefa þið tíma til þess að fræða okkur tannheilsu og ótrúlega gaman að fá þig. Takk alveg fyrir að fá mig. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið.
Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.